Öráreiti. Fólk heldur oft að fordómar séu bara þessir mjög aggressífu og hatursfullu augljósu fordómar. Samkvæmt rannsóknum þó mun algengara að fólk lendi í því sem kallað öráreiti. Hversdagslegi fordómar eru oft kallaðir öráreiti því fólk lendir svo oft í þeim. Einkenni öráreitis að atvikin geta virkað ótrúlega sakleysisleg ein og sér og því finnst mörgum sem lenda ekki í þeim þau ekki vera neitt merkileg. En það slæma við öráreitið að þótt að virki saklaust á yfirborðinu, þá minnir það fólkið sem verður fyrir því á aðra fordóma og önnur atvik sem það hefur lent í. Og þar sem þetta eru síendurteknar athugasemdir eða uppákomur sem einstaklingarnir lenda í, þá verður þetta mjög þreytandi. En svo getur það verið mjög erfitt að ræða þetta við aðra sem skilja ekki, því þau verða bara svo oft vitni að einu atviki. Birtingarmyndir öráreitis geta komið fram á alls konar hátt, eins og fyrir sumum þá getur þetta verið grín. Viltu ekki bara fara aftur heim til þín? Nei, grín! Eða stundum sjáum við eitthvað skrifað á kommentakerfum, til dæmis eins og bara drullasta heim til þín. Ha, hvert á ég að fara? Ég á bara heim á Íslandi. Ef þú hittir einhvern í búð, can I help you? Ég tala sko alveg íslensku. Já. Hvaðan ertu? Ég frá Íslandi. Nei, alveg, hvaðan ertu? Nei, ég sko bara frá Íslandi. Nei, ég meina, hvaðan ertu? Ég í alvörunni bara frá Íslandi. Þótt seinni 2 dæmin virki ekki alvarleg ein og sér, þá eru þau alltaf áminning alvarlegri atvik og þess vegna láta þau fólki líða illa. Það er líka mjög leiðilegt þegar fólki ekki trúa þegar það segir sannleikann sinn. Þetta getur líka verið leiðilegt fyrir fólk sem kannski fætt í öðru landi eða tengir mest við það að vera frá öðru landi þótt að búa á Íslandi. Að vera alltaf að fá svona spurningar eða athugasemdir uppruna sinn, því það getur látið fólki líða eins og það sé ekki partur af hópnum.